Nú ætlum við aðeins að skoða gröf og formúlur fyrir beinar línur. Teiknaðu fallið y(2x + 3). Hérna eru tvær leiðir til þess að teikna þetta fall. Ég þarf að teikna þetta inn í hnitakerfi og það er ágætt að byrja bara að teikna hnitakerfið. Þetta er x-ás og þetta er y-ás. Það skiptir gríðarlega miklu máli að nota rúðurnar, línurnar í rúðustrikuðubókunum þegar maður gerir þetta. Svo velur maður á ein rúða að vera 1 heill eða 2 heilir eða 10 eða hvað það er. Nota rúðumerkingarnar. Ég þarf ekki að skrifa hvað hver einasta tala þýðir. Það er nóg að skrifa nokkrar og þá get ég talið bara út frá því. Önnur leiðin til þess að gera þetta er að gera það sem við kallum gildistöflu. Þá vel ég nokkur gildi og það er ágætt að gera minnstakosti 3. Tæknilega sé til þess að teikna beina línu nóg að gera 2, en ef ég gerir mistök með annan punktinn að þá verður línan vitlaus, en ef ég gerir mistök í einum punkt af 3 þá fellur hann fyrir utan línuna og þá sé ég að það er eitthvað skakt við þetta. Hérna skrifa ég 2x + 3 er jafnt og svo ger ég y hér. Og síðan ger ég 2 sinnum -2, tek x-ið í burtu og set þessa tölin í staðinn. +3, 2 sinnum -2 er -4, +3 þetta er -1. 2 sinnum 0 + 3 er 3. Og 2 sinnum 2 + 3 er 7. Og nú er ég komin með punktana -2, -1, 0,3 og 2,7. En þið sjáðu, ég er að hlaupa svolítið langt á milli af því ég er að fara úr 2, ég er ekki að taka 1, 2 og 3, heldur -2, 0 og svo 2. Nú teikna ég þess að 3 punta, -2, þá fyrir ég 2 í mínus og svo 1 niður. Teikna punkt hér, 0,3, 1, 2, 3 og 2,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, hann er hér. Og þið sjáu, þetta fellur allt á eina og sömu línuna. Tókst nú ekki vel til hjá mér að teikna þeirra línu. Þetta er svona nokkurn veginn beint hjá mér. Ég er ekki með rúður, þannig að þetta verður ekki eins þráðbeint hjá mér. En þið getið notað reglustiku og notið rúðurnar, þá verður þetta betra hjá ykkur. Hin leiðin, og nú ætla ég að stróka línuna mín út aftur, er að nota það sem við erum búin að vera að læra hallatölu og fastapunkt eða skurðpunkt við y-ás. Þá byrja ég og ég get sleppt því að gera þessa gildistöflu. Ef ég kann að nota hallatöluna og skurðpunktinn, þá er það nóg, eitt og sér. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum það. Þá erum við komin með hnitakerfi hérna. Ég byrja á skurðpunktinum. Þá teikna ég bara punkt í y(3) sem er hér, af því að +3 þýðir að hún fer í gegnum y-ásinn, sem er þessi hérna ás, í +3. Síðan kíkja á hallatöluna. Fyrir hvern 1 sem ég fer til hægri, þá fer ég 2 upp. 1 til hægri, 2 upp. Þá fer ég hingað. 1 til hægri, 2 upp. Þá er ég komin hingað. Og ef ég fer til vinstri, þá fer ég í hina áttina 2 niður. 1 til vinstri, 2 niður. Og nú sjáu þið að ég lendi það bil hér. Aftur er þetta ekkert rosalega bein lína hjá mér því ég er ekki með rúður. Hverjir af þessum línum hérna eru samsíða? Ég skulum skoða það aðeins. Þegar við erum að skoða hvaða línur eru samsíða og hverjar ekki, þá þurfum við að velta því fyrir okkur hvaða línur hafa sömu hallatölu. Það er það sem að stýrir því í raun hvaða línur eru samsíða og hvaða línur ekki.
Og hallatalan er alltaf talan hjá x-inu, muniði. Og við sjáum strax að það er eitthvað af þessum línum sem eru samsíða. Til dæmis er hér 3x, hérna eru 2x, hérna eru mínus 3x og hérna hefur nú glemst að setja inn x hjá mér. Við sjáum til dæmis að þessar tvær eru samsíða. Þær eru ekki eins, en þær eru báðar með mínus 3x. Það þýðir að þær eru samsíða. Hérna hins vegar eru tvær línur þar sem eru ekki á formunu y er jafnt og eitthvað. Og þá þurfum við nú eitthvað að breyta því. Við þurfum að umskrifa þessar tvær jöfnur. Og það gerum við með því að gera, þá ætlum ég að skrifa jöfnun eins og hún er hérna, 2 y mínus 3x. Þá þarf ég í raun að koma x-onum frá y-inu. Þá ger ég plus 3x. Og þá fæ ég 2 plus 3x er jafnt og y. Þetta dettur nefnilega út. Og ég má snúa þessu við. Y er jafnt og 2 plus 3x. Og ég má aftur snúa við y er jafnt og 3x plus 2. Ég þarf bara að passa mig þegar ég gerir þetta síðasta. Ef ég snýð þessu við. Ef það er mínus hér, þá væri þetta mínus 3x plus 2. Passa formerkin á þessu. En þetta sem var hérna mínus 3x leit út fyrir að vera samsíða þessum tveimur en er í grunninn samsíða þessari hér. Og ætli þessar tvær séu þá samsíða, þessar tvær sem eftir eru. Við skulum kíkja eins á það. 2y er jafnt og 4x plus 4. Hérna þarf ég að deila með tveimur, þá er ég að deila með tveimur hérna. Þá fæ ég y jafnt og 4 deilt með tveimur eru 2x plus 2. Þannig að þessar tvær eru líka með hallatöluna 2x og þar af leiðandi samsíða. Það er alls ekki þannig að í öllum svona dæmum þá fáiði að þetta gangi allt upp, að allar línur sem eru gefnar sé alltaf samsíða einhver annari. Stundum ganga línur hreinlega bara út á og er ekki samsíða við annari. Hver er hallatala, fastapunktur og jafna hverjar línu? Hérna gerum við, og ég ætla að byrja á rauðu línunni. Ég skrifa bara y jafnt og, síðan finn ég skurðpunktinn, fastapunktinn, hann er í mínus 2, þá skrifa ég bara mínus 2 hérna aðeins fyrir aftan. Svo kemur eitthvað x og þá fer ég að skoða, ef ég fer 1 til hægri, hvað fer ég marga upp? Og það er svolítið erfitt að lesa það hérna því ég er ekki með neina rúður. En ég sé strax að ég fer minna en einn heilan upp. Og ég sé að ég er komin, hér fer ég í gegnum punkt. Og hér er ég búin að fara 2 upp og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ég fer hér í punkt. Þannig ef ég fer 2 upp þá fer ég 6. Þá hlýti ég að fara 1. Ef ég fer 1 sem sagt upp þá fer ég 3 til hægri. Það þýðir að ég fer sem sagt 1 þriðja, 2 þriðju, 3 þriðju. Þannig að hér er hallatalan 1 þriðji. Muniði, ég hef verið að tala um að fara 1 til hægri og telja hvað maður fyrir mikið upp eða niður. Þegar þetta er orðið minna en 1, þá getur maður þurft að telja hvað ég fyrir marga til hægri til þess að fara 1 upp. Bláa línan hins vegar, aftur skrifa ég y er jafnt og, finn skurðpunktinn, hann er í 3, þá ger ég plus 3 því að nú er þetta plus 3 en ekki mínus eins og áðan. En núna fer ég 1 til hægri, 1 niður, 1 til hægri, 1 niður, 1 til hægri, 1 niður. Þá er þetta mínus x, og ég skrifa ekki mínus 1x, heldur bara mínus x. Hver af punktunum liggur á þessari línu? Það eru 2 leiðir til þess að leysa þetta. Það er í fyrsta lagi að rekna það og hins vegar að teikna það. Þetta eru x-hnit og þetta y-hnit. Þannig ef ég set í jöfnuna, sem sagt, set inn x-hnitið og fæ y-hnitið, þá passar þetta. Við skulum prófa hérna. Y-ið á í raun að vera 0,
er jáft og -2 sinnum 1. Ég geri sinnum af því þetta eru 2x, það er 2 sinnum 1 og x-ið, þessi hérna tala, er núna orðin þessi tala, pluss 1. -2 sinnum 1 er -2 pluss 1 verður -1. Þetta passar ekki. Prófa næsta. 2 er jáft og -2 sinnum 2, nú er x-ið 2, pluss 1. -2 sinnum 2 eru -4 pluss 3, þetta er -3. Þetta passar enga veginn. Næsta, -4 er jáft og -2 sinnum 2 pluss 1. Hérna átti þetta að vera meira að segja -3 hjá mér. Ég fór aðeins, þetta átti að vera meira að segja svona. Fór aðeins og hrætt yfir þetta. En það er sama, þetta passar ekki heldur þó ég hafi gert þetta rétt. En hérna, -2 sinnum -2 eru -4 pluss 1 er -3. Nálægt því að passa en passar ekki. Síðasta, -3 er jáft og -2 sinnum 2, nú er x-ið 2, pluss 1, -2 sinnum 2 eru -4, pluss 1 eru -3. Þetta passar, þannig að þessi punktur er á línunni. Við skulum prófa að teikna þetta. Þetta er ekki nákvæmasta hitakerfi í heimi, þetta er 1 og þetta er 1. Það er í raun nóg að merkja bara hvað ein tal er á hvorum ás. Skurðpunkturinn er 1 og hallatalinn er -2, þannig að þá fer ég 1 til hægri og 2 niður. 1 til hægri og 2 niður, cirka bát svona. Og nú teikna ég bara inn punktana til að hafa á hvita. 1,0 er hér, hann er ekki á línunni. -3,2, hann er hér, hann er langt fyrir þetta línuna. -2,-4, hann er sem sagt hér ykkur staðar. Og 2,-1,2,3, hann er sem sagt hér. Og hann, þetta er nú ekki nákvæm mynd hjá mér, en hann er á línunni. Þannig ég sé það bæði á teikningunni og í útreikningunum að þetta er eini punkturinn sem er á línunni þessi hér.